Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, forsetakosningarnar, þær verða 1. júní og við höfum hérna fengið frambjóðendur til okkar, svona þá sem að við teljum vera líklegt að verði á kjörseðlinum. Það er náttúrulega ekki alveg ljóst hverju það verða. Fyrst þarf fólk að safna 1500 meðmælendum og svo gerist það stundum svona í aðdraganda kosninga að margir hætta við, eða ekki margir, sumir. Það breytist svona matsiðin á leiðinni. En við höfum rætt hérna við Sigríði Hrund Pétursdóttur og Arnar Þór Jónsson og Ástór Magnússon og Höllu Tómasdóttur, Agnieszku Sokolovsku, Baldur Þórðarson, Helgu Þórisdóttur, Jón Gnarr var hérna í gærkvöldi og nú er komin Guðmundur Felix Gretarsson. Velkomin. Takk fyrir. Og takk fyrir að bjóða þig fram. Það er hérna reglan hér við Rauðaborðið. Já. Man er svona leiður eftir þetta töð í fólki að fólk sé að bjóða sig fram. Hvernig anskotin er þú að vilja upp á dekk eiginlega fólki svarað? Algjörlega og ég held að þú veist, bara hvílík forritið við búum við að þetta skulle vera hægt. Já. Og þetta minnir mig á þegar ég var að vinna hjá rafmagnsveitunni og þú veist, þeir gölluðu okkur vel upp og maður var að vinna í loftlínu og það var alltaf ergilegt hvað mann var kalt á puttunum. Já. Svo þegar puttarnir eru farnir þá saknar maður þeirra og hugsa til þeirra með hlýju. Já. Að þetta er ekkert sjálfgefið að við getum þetta og hérna og það að margir bjóða sér fram opnar alveg óbúðslega og lýðræðislega umræðu. Já. Samfélagið okkar. Samfélagið okkar, hvað þýðir lýðræði fyrir okkur, hvernig lýðræði viljum við og hérna. Og embættið sem við ætlum að ræða, en líka frambjóðunar, hver þú ert, af hverju vilt þú fara í frambúð, það er eðlilega fyrsta spurning, af hverju vilt það vera það forseti? Ég bara tók í rauninni þessa ákvörðun, þetta kom bara til mig mjög fljótlega eftir að ég sá að hann hérna, Guðni ætlaði ekki að halda áfram. Ég hef alltaf fylgst með samfélagin og maður svona eins og kannski margir að mér finnst margt í bara okkar vestræna heimi vera að fara svona svolítið í vitleysátt og ég var komin þarna á þennan stað ég náttúrulega eins og kannski flesti viti ég búin að vera í aðeins vant við látin undanfarin ár að ná mér aftur til heilsu og það var lagt upp með 3 ár í því sem að 3 ár eftir aðgerð væri endurhæfing og það kemur þetta, ég er að klára það akkurat þegar að þú veist og svona fann að hugsa hvað vill maður gera í framhaldi og ég hugsa bara, þetta er bara akkur ekki að reyna að hafa áhrif á umræðuna vegna þess að það er, ég veit ekki hvort að við séð myndbandi sem ég gerði framboðsmyndbandið en við erum alltaf að sjá þetta bara allt í kringum okkur bæði austanhafs og vestan að lýðræði er svolítið bara því bara stendur hætta af bara alls konar öflum sem eru bara óæskileg umræða er ekki lýðræðisleg lengur heldur erum við bara ofsalega pólariseruð og gengur kannski svolítið út á bara að kaffæra hinn þú veist, það er bara, þú veist, að reyna að vinna hina hliðina. Sanna það að hinn hafi ekki rétt á því að halda því fram sem hann er að halda fram. Algjörlega. Og þetta virðist nú vera bara með, þetta er náttúrulega orðið, bara jaðra við borgarastyrjöld fyrir vestanhaf og maður veit nú ekki, maður býður bara hvernig fer eftir næstu kosningar þar. Og við virðumst svona Íslendingar alltaf nokkrum árum síðar bara taka upp alla ósiði sem að þú veist, við horfum á þetta, fylgjast með þessu og kváum yfir hvað er að gerast, en svo bara horfum við á þetta, rísa upp í okkar eigin samfélagi. Og ég bara tel að við getum, og vald forseta er náttúrulega í áhrifum, ekki beint boðvald, og svona er ekki leyst með boðvaldi heldur. Við skildum ekki fólk að tala öðruvísi. Við þurfum að hafa áhrif einhvern veginn á það. Og ég sá bara þetta sem virkilega gott tækifæri einhvern veginn að hafa áhrif á þá umræðu, sko. Hvernig viltu að við tölum? Viltu að við... Ef við tökum bara hluti sem
sem að hafa verið kannski áberandi í því að tvístra fólki eins og sem tökum transfólkið. Nú erum við með alveg ofboðslega viðkvæman hóp af fólki sem að á svo sannarlega skilið öll þau mannréttindi og virðingu sem hver önnur manneskja á. En svo höfum við kannski haft aktivista eða málsvarsmenn fyrir þann hóp sem að ganga fram með þeim hætti að þeir vekja andúð á sjálfum sér rauninu með hvernig þau bera þetta fram. Og maður hefur kannski fylgst með því svolítið að fólk er bara einhvern veginn að verja sjálfs í tekur kynslóðir eins og foreldra minna. Það bara skilur þetta ekki. Og það er ekki slæmt fólk fyrir því. Það bara skilur ekki svona hluti. Ég meina við bara, ef við skoðum bara hvernig við erum með, ég meina við eldumst og við, þú veist, bara ný tónlistastefna verður okkur ofviða, sko. Við bara, þú veist, þetta er bara garg sem er að koma hérna. Slökku á þessu helviti skargi. Já, og að fólk megi vera fávíst, ef við skulum kalla það þannig, án þess að vera útrópað sem hatarar. Og svona mannvirðing sé bara fyrir öllum. Það sé, þú veist, að það sé hægt aðeins að dempa umræðuna og svo heyrum við alltaf til dæmis núna það hefur svo mikið bakslag í réttindabaráttu og annað. Og þá bara ekki eitthvað, þurfum þá kannski bara eitthvað að breytum aðferðarfræðin ef við erum ekki að ná þeim árangur sem við viljum. Já, hvort er vandamálið eða er kannski bæði vandamál að fólk á erfiðleikum með að aðlaga sig breytingum eins og til dæmis að transfólk fái réttindi, eins og til dæmis að hér er mikið af innflytjendum, ýmissar trúar og alls konar á litin. Og það er kannski skiljanlegt, mannlega skiljanlegt að einhver sem er alinn upp í allt öðrum heimi, þar sem að hafði ekki sést blökkumaður á Íslandi áratugum saman, eða það sem að transfólk var bara óþekkt fyrirbrigði, að það tekur tíma fyrir að venjast því. Ertu að biðja umburðarlyndi gagnvart hvað þú sagðir, þáfróðu eða að það sé ekki verið að segja við þann sem að kemur fram með rasískar hugmyndir eða transfóbískar hugmyndir, að þá stekkur eitthvað til og merkir hann með því. Já, ég held þetta sé oft líka svolítið bara að fólk er ekkert að koma með, þú veist, það bara skilur þetta ekki. En það er ekkert að valda neinu skað og það er alls ekki fólk sem skilur ekki hlutir ofta að tala og talar hátt, sko. Já, því að svo höfum við fólk, svo höfum við sannarlega rasisma, við höfum sannarlega transfóbískt fólk og fólk sem er ekki, vill öðrum hópum ekki vel. Og ég held að okkur sé betra að einangra það fólk heldur en að ýta öðru fólki inn í þann hóp. Heldur en að fólk einhvern veginn finni sig hvergi heima nema í aðrinu með einhverjum skoðunum sem að ég vil sem öll sammála eru bara, við viljum ekki. Og ég held að það sé svolítið það sem þessi polarisering er að gera. Þú veist, fólki er ýtt í hópa sem það kannski vill ekkert endilega tilheyra. Þú veist, flestir, ég get talað fyrir, ég er búin að eiti 23 árum án handleggja. Og ég get alveg sagt í það skilur enginn hvernig er að vera handleggjalaus fyrir en að hann upplifir það. Og ég hef aldrei ætlast til þess að nokkuð maður skilji það. Og ég tel fólk er ekki slæmar manneskjur þó það skilji ekki hvernig mín veruleiki er.
og ég held þetta sé bara svolítið með allt þetta, þú veist, ef við bara gætum öll, ef við sýnum öll hvort öðru meira umbyrðarlyndi og náunga kærleik, þá alveg pláss fyrir all og það alveg pláss fyrir ólíka skoðanir. Og svo fórstu náttúrulega út í eins og með innflytjendamálin. Það það sama sem gerist þar og það þú veist, ég reyndar svolítið, henni sem kannski maður ekki gagnrýnin á hvernig hefur bara verið haldið utan þau mál hérna. Að bara taka enga ákvörðun og gera bara ekkert og láta þetta bara einhvern veginn reka á reiðanum þar til þetta komið í óefni, þar til að fjölmiðlar byrja að tala hversu mikill peningur búin að fara og eitthvað svona og þá erum við allt í einu komið með hérna holskeiplu og bara virkilega ljóta umræðu sem að, þú veist, að beina skakvart fólki sem að fólk býður hér jafnvel í ár eftir að fá málið sitt tekið fyrir. Þetta hefur enga stjórn á aðstæðum eða hvernig málin eru. Þetta fólk miklu vanda sem að þarf að mikla aðstóð. Já. Bjargarlaust, landlaust. Og ég finnst að við eigum öll að geta gert kröfur, þú veist, hver sem ákvörðunin tekin, það sé einhver stefnu í útlendingamálum. Það hefur náttúrulega verið stefna. Stefnan hefur verið bara að gera ekki neitt. Og láta þetta bara, þú veist. Það mjög erfitt fyrir fólk sem kemur hérna á eigin vegum að fá hér hæli. Margur vísa frá, Dyblinar reglugerðin, við erum varin fyrir það að yfirleitt kemur fólk hér frá öðru löndum og við höfum vísað megninu frá. En síðan náttúrulega buðu stjórnvöld fyrst fólki frá Venezuela að koma hingað og svo fólki frá Úkraínu og þá fjölgar náttúrulega hælisleitendum. Það stjórnvaldsákvarðanir. En síðan einhvern veginn en svo bara innan stjórnvalda, þú veist, þeir eru nú búin að vera að reyna að bakstast með einhverjar ákvarðanir og það hefur bara einhvern veginn ekkert gengin í reki þar vegna þessi. Ég vil ekki vera, þú veist, kannski ekki hlutverk forseta að vera að gagnrýna ríkisstjórnina, en þú veist, það hefði verið hægt að halda mikið betur utan þessa hluti, sko. Forseti gerir það reyndar stundum, hann til þess við innsetningaræðu á þinginu, þá leggur hann yfirleitt svona 2-3 atriði, áherslu á 2-3 atriði sem betur mætti fara og stjórnvöld og þingið ætti að lagfæra. Guðni hefur talað svolítið hérna stjórnarskrána. Ólafur Ragnar tók upp alls konar mál. Ég man að einu sinni tók hann upp fátækt og fátækt eldra fólks og forsetinn hefur alveg leyfi til þess að finna að eitthvað hafi ekki verið gert með hreinum hætti. En að því við erum að tala svona fordóma í samfélaginu og hérna hatursfulla umræðu sem spinnst í kringum það og það sem að fer saman fordómar og svo svona réttindabarátta. Af því að þú varst handalaus í 23 ár. Öryrkjar verða fyrir miklu fordómum. Það fólk sem að verður fyrir miklu áfalli í lífinu, missir heilsu og verður fatlað og býrð eftir það við mjög slæman kost. Örorkulífeyrir dugar sjaldan fyrir sómasamlegu lífi, sumir geta tórað og margir eru bara undir fátæktarmörkum og lifa ömurlegu lífi sem að hægt og bítandi grefur undan bara tilvist þeirra, dregur úr félagslífum og tengslu við annað fólk og fólk að einangrast. Tekja þetta allt saman bara í einskinni. Svo ofan á það, eins og þetta sé ekki nóg, að þá tekur samfélagið og skuttlar fordómum ofan á fólkið. Að þetta sé fólk sem að sé upp á annað komin og það sé því að kenna, kannski á ekki við þig, en það eru kannski þeir sem eru með sjúkdóm eða fötlun sem að sést ekki utanfrá. Og við heyrum inn á þingi þar sem var að ræða vandamál varðandi öryrkja og þá ekki það hverju staða þeirra í samfélaginu, heldur að þessu er bara margir. Að það þurfi að fækka öryrkjum sem að hljóma svolítið og umræðan innflytjendur að lausnan sé ekki fordómandi gagnvart þeim, heldur það sé bara mikið af þeim. Þannig að þú hefur gengið raunverulega bara þessa leið að vera hluti af þeim hópi sem að færi yfir sig fordóma, alltaf öryrkjum myndu ekki kallast aporofóbía sem er svona fóbía gagnvart fólki sem er bjargarlaust og fátækt. Og það er náttúrulega, og kemur svo sem bara sjálfkrafa með mínu frambóði.
mér finnst alltaf svo minnistætt þegar hérna bestiflokkurinn fór fram og við ætlum að gera alls konar fyrir aumingja. Þú veist, þessi satýra sem að, þú veist, að það alltaf, þegar það eru kosningar, þá er allir alltaf að fara að standa vörðum öryrkja og eldri borgar og þá sem minna mega sín. Þetta er bara eins og eitthvað sem fólk segir bara, þetta er bara, ég er í framboði, þá bara verður þetta hluta því hvað ég segi, en svo er það nú oftast ekki á borði, sko. Þó að vissulega, þú veist, gæti hlutinni verið verri og þeir eru verri víða heldur en á Íslandi. En ég þekki vel af eigin raun hvernig er að vera öryrki og hérna, ég þekki hvernig er að vera iðnaðarmaður, bara ég kem úr þeim ranni. Ég þekki þá baráttu sem fólk sem ánetjast verkjalífi mjög annað hefur þurft að kljást við og þannig að svona minni hlut og hópar sem eiga undir högg að sækja, ég hef svona verið þar og fundið mína eigin leið kannski svolítið út úr þessu ástandi, sko, og er að vissu sjálfsögðu kem fram sem fulltrúi fyrir þessa hópa, sko. Og finnur þú til svona samkemdar með transfólki, innflytjendum sem að verða fyrir svona svolítið aðkasti þegar þau eru umverulega bara að fara fram á það að fá að vera manneskjur og meðan manneskja? Algjörlega og þú veist og þetta er bara svo, mér finnst þetta að vera hérna, sko, ef við tökum það er oft þegar að talað að hérna hjálpa svona hópum þá hérna hendum fleiri 1000 köllum í þá eða gefum þeim frían graut eða þú veist það er eitthvað svona það er svona ölmusu bragur á því, sko. Og það sem að við sko það sem að manneskja þarf er sjálfsvirðing og von og geta til þess að þú veist, og sjá fram á að geta, þú veist, borið svolítið höfuð hátt og hérna eiga einhverja von. Mér fannst til dæmis núna í síðustu hérna samningum þetta útspil með hérna skólamáltíðinar, við tökum það sér dæmi. Ég heyriði gagnrýni á þær, náttúrulega eðlileg gagnrýni eða ekki til peningu fyrir þeim, það er eitt, en sérstaklega svona hægra megin frá að hérna, akkur við eigum að vera að kaupa skólamáltíð fyrir fólk sem hefur fullkomlega efnað í. Og að hafa þetta, þú veist, alltaf að hafa þetta fyrir þá sem að búa við verri kjör og eitthvað. En ég er á því að hérna að við sem samfélag eigum að búa þannig í haginn að allir einstaklingar sem koma sér satt óháð bakgrunni hafi sömu möguleika. Og við erum nú með, þú veist, við erum alls konar foreldra og við erum með börn sem koma af alls konar heimilum. Og það að það sé skóli og það sé næringarík, þú veist, vegna þess að hjá sumum er bara, vegna þess að því miður þá er ódýrasti maturinn ekki beint besti maturinn fyrir okkur, sko. Það er svona einhverjar múfur í pakka og eitthvað svona. En það er líka rosa mikilvægt fyrir krakka sem að kannski koma frá brotnum heimilum að ef að þetta er bara eðlilegt umhverfi þar sem þú kemur í skólanum, það er hollur og næringaríkum, málsverður án þess að þú sést eini krakkin sem er einhvern veginn á framfærslu, þú veist, félagsmála en ekki allir hinnir. Það ertu strax komin, þú ert að gera eitthvað fyrir barnið en það er alltaf félagsmála krakkin. Það er alltaf krakkin sem er einhvern veginn á ölmusu. Og ég held að svona jöfnur þar sem að það er ekki verið að taka fólk út fyrir sviga og út af því að það er svoleiðis, heldur er bara samfélag þar sem að eru bara möguleikar fyrir alla að koma sér einhvern veginn áfram. Og við förum út, ef við tölum til dæmis þetta ólæsisvesen sem við erum að horfa í núna og annað. Þess að sömu niðurstöðu sýndu að bilið orðið ofboðslega mikið á milli þeirra sem hafa og þeirra sem ekki hafa. Þetta orðið
að þeir sem eru lægri í þessum lesskilningu annað koma frá efnaminni heimilum. Og það alveg nýtt á Íslandi. Við erum að kynslóð þar sem þetta var ekki. Menningarlegur ójöfnuður. Já, og þú veist, þegar við vorum ungir og í skóla, þá skipti ekki máli hvort þú komst að efnamiklu heimilið ekki. Krakkar voru svona stóðu svipað, þess að við komum upp úr námskerfinu. Það eitthvað að breytast þar núna, sko. Hverfi voru meira að segja skipulög þannig, það voru ýmis konar íbúðir, einbýlishús og parhús og raðhús og blokkir, svo eins og vogarnir eða eitthvað slíkt, að þar var fólk af ýmsum stéttum saman í skóla, svo náttúrulega þegar maður var að vinna á sumrin og svona, þá var fólk krakkar á ólíkum heimilum sem unnu saman. Ég held að það sé minna núna, að það sé þessi blöndun sé ekki svo sama. Nei, hún það ekki. Nú er bent á það að það mikil stétta svona val í gegnum skólana og hverfin. Hverfin eru mikið að breytast. Já, mér finnst þetta ekki góð þróun vegna þess að þetta var sérstæða sem við vorum, sko, þetta var nefnilega ekki svona allstæða, sko. Þetta var mjög áberandi með Ísland að við höfðum þennan jöfnuð, sko. Ég held þessi gott. Og við þurfum ekkert að líta langt í kringum okkur þess sem við sjáum eins og bara í Frakklandi þar sem ég bý. Þar sem þeir gerðu þessi mistök að búa til þessi útkverfi og íta hópum út í ykkur hverfið sem og í þessum tilfellu þeir bara ráða ekkert við þessi hverfi vegna þess að þetta bara svona efnaminna fólk sem bara búið að, þú veist, það bara búa til svona einhver gettó. Það var fólk sem upplifir að það sé ekki velkomið inn í samfélagið. Já, og það á bara alveg óbáslega erfitt uppdráttar að komast út úr þessu ástandi, sko, að vera þar. Og og það til dæmis annað að ég þekki sem innflytjandi, þó að sé nú ekki lengra en til Frakklands, að það er mikill menningamunur okkur til dæmis og Frökkum. Og það tók mér rosa, þetta var svona menningarsjokk að koma þarna, þú veist, bara hugsunahátturinn, reyndar ég svona fór að læra með, þú veist, eftir fyrst var allt ómögulegt, sko. Svo núna kann maður að meta því að þeir kunna listin að lifa. Og meðan við vorum, maður skildi ekki, þú veist, við viljum bara vinna og að vera með ykkur skonar fyrir innflytjun eða fólk sem kemur, að það sem að við getum svolítið kannski lært siði og menningu þeirra þjóða sem við erum að flytja til. Það virðist vera tabú svolítið að tala það að þú veist, það eru til dæmis, við vorum að tala að það eru að koma frá löndum sem eru mjög ólíkar menningarlega og að kynna fyrir þeim hvernig hlutinir virka hér, að það má ekki. Má ekki. Þú veist, eins og fólk sem koma frá múslimalöndum með réttindi kvenna og fatlaðra og það, þú veist, það eru hlutir sem eru bara mjög grundvallaratriði fyrir okkur. Mér þykir rosalega mikilvægt til dæmis, nú ég 2 dætur og afabörn og annað að þau réttindi sem þau hafa séu virt og við erum með og ég held að flestir sem að flytja til nýra landa fagni því bara að fá smá svona bara handleiðslu inn í samfélagið. Og eftir því sem ég hef skilið að fylgjast með hérna fjarlæg, þá það ekkert alltaf tilfelli, sko. Fólk svolítið bara hér á Íslandi. Já, og fólk að lenda svona, þú veist, út af því að það fittar ekki strax inn í þetta kerfi og þá það að lenda í einhverju andúð og leiðindum, sko. Og hvað viltu gera því? Það náttúrulega þannig að það eru ábyggilega til einhverjir Íslendingar sem að láta senda sér sko þorramat á þorranum og fólk tekur alltaf með uppruna sinn með sér. Algjörlega. Og það vill ekki aðlagast.
ekki að öllu leyti. Nei, ekki, þú ert alltaf Íslendingur sama hvort þú býr og fólk á náttúrulega halda í sinu uppruna en ég held að flestir vilji aðlagast að einhverju leyti. Ég held að líka, ég held ekki að flestir beygja sig undir að lög í viðkomandi landi og slíku sko, ég heyri oft talað það sko að hér geti orðið til eitthvað bara eitthvað subkultúr innflytjenda sem fer ekki eftir landslögum og ég hef alltaf erfitt með að tengja þetta Íslandi sko. Þetta ekki mín reynsla af landinu sko. Nei, þetta náttúrulega eitthvað sem maður sér bara úr fjarlæði sko að þetta sé, ég held þetta bara þurfa alls ekki að vera svona vegna þess að ég á bæði þarna úti við bæði vini sem múslimar og gyðingar og þú veist og fólk sem er algjörlega bara inn í þeim kúltúr sem það býr inn í og bara vænsta fólk sko og það mín reynsla að flestir vilja þeir vilja vera hluta sínu samfélagi en þó þeir haldi alltaf í sínar hefðir ykkurjar og Segðu mér að þið verum að ræða þetta og þetta náttúrulega líklega svona réttindabarátta, innflytjenda svona stóra mannréttindabaráttan okkar tíma, svo kvennabarátta, barátta samkynhneigðra, barátta fatlaðra. Það var náttúrulega barátta innflytjenda ein af stóru svona réttindabaráttunum sem veldur miklum átökum, bara eins og þegar konur voru að byrja sína réttindabaráttu þá gnísti nú aldeilis náttúrulega aldeilis heyra frá sömu köllunum en eins og að þið verum byrjuð í Frakklandi og förum aðeins sunnar og vestar til Marseille að þá getur maður verið að labba bara úr miðbænum svo allt í einu er maður komin í hverfi sem maður lítur bara út eins og að sé norður Afrika og ég veit að margir upplifa þetta sem eitthvað svona óg sko, þetta eitthvað svona hópur sem bara aðlagast ekki en það ekkert svo langt síðan að við hefðum getað labbað bara Brooklyn og allt í einu voru við bara komin eiginlega til Grikklands og svo allt í einu voru við bara komin til eitthvað svona jiddískar gyðingaþors í Austur-Evrópu og svo allt í einu voru við komin bara eins og við værum komin til Ítalíu og ég bara velta fyrir mér að í nútímanum akkur erum við svona akkur óttustu þetta svona mikið Sko, ég held að Marseille sé nú ekki kannski alveg besta dæmi til þess að taka vegna þess að Marseille býr við alveg ofboðsleg vandræði ég veit það, en ég bara veit að þegar fólk lappar þarna inn það er allt í einu eins og bara þetta eins og Norður-Afrika það er bara eins og ég sé bara í Alsír Og það þú veist, og ef við ætlum að taka Marseille sem, þú veist, þá er það svona kannski dæmi það sem að þessi blöndun ekki að virka neitt rosalega vel, sko. Nei, hún er svo Brooklyn var í Glanda. Já, það er þessar glæpa klíkur sem eru þarna, þeir eru sko, alveg með sérstakt átak núna fyrir Ólympíuleikana að reyna að reynsa þar út aðeins, sko. Fyrst skil ég kom til Marseille, þá var ég ekki búin að vera hann í 2 tíma, það var búin að ræna mig, sko. Það var slítinn bara síminn á hálsinum á mér. Þannig að það Marseille svona kannski svolítið sérstæða og svona kannski ykkur útkverfi í París en blöndunin ágæt og virkar ágætlega á öðrum stöðum í Frakkland til dæmis í Lyon þar virðast allir svona það er alltaf ykkur núningur sko en mér finnst svona Mér finnst blöndunin bara virkilega ágætlega það, sko. Þú veist, það er aldrei í Lyon sem ég hef upplifað mig neinstaðar óöruggan. Þú veist, að labba einhver staðar á kvöldi til eða eitthvað, það gerist ekki, sko. Þannig að það getur gert í Marseille. Í Marseille... Labbar 2 blokkir og allt í einu komin í eitthvað umhverfi sem að... Já, í Marseille líður mér ekki eins, sko, en til dæmis Lyon er bara virkilega vel hefnuborg og þú veist, og mér líður mjög vel þar sko. Ég var bara að vera að velta fyrir mér af hverju það er þessi ógn. Herðu, en þetta er vandamál og það er ekki bara þú sem að lest þetta út úr samfélaginu að það er eins og það sé slitni sundur að við eigum ekki sameiginlega framtíð. Það er eins og sé bara fólk vill fara í þetta áttina og hinn áttina og allt í einu bara hópurinn, hann vill ekki fara í sömu áttina og þá náttúrulega gerist ekkert, það er bara vandamál. Ég held að þetta sé bara eitthvað stærsta vandamál samtímans það sem við og fara í forsetaframboði þú veist, það er vinsælt að reyna að forðast svona, að tala svona mál vegna þess að við viljum, maður vill bara, þú veist en
En ég einhvern veginn sé þetta bara ekki þannig að það sé hægt að tala bara, þú veist, vera bara að kissa lítil börn og fara á elliheimili og láta eins og allt sé æðislegt. Vegna þess að við, þú veist, æskan okkar að þjást. Þú veist, við erum með þetta ólæsi upp úr skólum og skoðanakönnun hjá prósent í fyrra haust 46 eða 7% setakynslóðurinnar áhyggjur á andlegri heilsu sinni. Ég meina, þetta eru 50% drengja með lesskilning undir pari og þetta eru rosalega stórar tölur. Og ef við stöldrum ekki við og reynum, þú veist, býtu, hvað er að gerast hérna? Og þetta ekki eins og með lesskilningin, það er ekki hægt að leggja þetta bara á grunnskóla kennara. Þetta er eitthvað samfélagslegt að gera sem að næri yfir fleiri ráðuneyti, læri yfir, þú veist, það er ekki hægt að setja, þetta er bara menntamálaráðuneyti og menntamálaráðuneyti sem að leysa þetta. Við þurfum einhvern veginn að skoða þessi samfélag. Þetta er svo merki eitthvað svona samfélagslegt dunk, svona hrun. Já. Og það eru svona viðvörunarbjöllur sem að börnunum okkar líður illa og varla viljum við byggja upp samfélag þar sem börnunum líður illa. Alls ekki. Það hlýtur að vera megin markmið okkar að börnunum líður vel. Já, og við erum samt við þú veist, kemur hérna og það er annarhver maður á Tesla og þú veist og það virðist vera nóg peningum og menn að þú veist og það eru ykkur sprotafyrirtæki og svona gengur vel og rosalega góð þú veist ferðamanna iðnaðurinn og eitthvað en þetta er svolítið eins og sko við erum alltaf að taka út af einhvern bankareikningi en það er ekkert að koma inn á hann lengur þú veist ef æskan er ekki og helmingurinn af henni, hvað ætlum við vera, þú veist, við erum nú þegar að fjölga okkur allt og lítið, sko, og í ofan á það þá er bara helmingurinn af þessum börnum bara virkilega að ströggla, sko. Og ég held að, þú veist, það sé mikilvægasta sem við gerum í dag, það er að, þú veist, skoða og hvernig getum við breytt þessum kúrs. Og ég þekki að mínu eigin ferðalagi að þetta tók mig sko ég ákveða 2001 ég ætla að gera allt sem ég get til þess að fá handleggi þannig að þá höfðu við gert fyrstu aðgerðina bara til að græða hendur ég finn þennan lækni 2007 og ég fæ handleggi 2021 þetta er alveg gríðarlega langur tími en það sem held mig gangandi er það að ég var alltaf á leiðin í rétta átt og ég held að það sé svolítið sko, það sem við þurfum að skoða líka við lögum þetta ekkert á einu bretti en ef við getum snúið þessari þróun við til að byrja með og farið að sjá þú veist að hlutinni sé að lagast ekki versna til dæmis með PISA-könnunina og ólæsið svo sem var undan 2018 ég man eftir þessar umræð eftir það. Við stóðum illa og við þurftum að gera eitthvað og þurfum virkilega að fara að skoða hvað er að gerast hér og svo 4 árum seinna kemur og þá erum við 15% fall sko. Og það er fyrir komu stjórnmálamenn og voru með alls konar aðgerðir og átök og eitthvað að sendur hringin í ykkur landið að hvetja drengi og menn töluðu að næst myndum við sjá árangurinn að þessu. En aðgerðina sem var farið í það reyndust bara gagnslitlar. Já, ég meina, það er gagnslitlar að við slumpum niður meir en aðra þjóðir. Þó svo við tökum COVID og inn í þetta, þá voru sko skólar minnst lokaðir á Íslandi. En það var engin önnur þjóð sem féll svona langt niður, sko. Þannig að þú veist, það er eitthvað globally að gera, það er samfélagsmiðlar, athygli er minn og annað, en það er eitthvað meira hér. Veist, á Íslandi þetta er annars þar. Já, því að munurinn á milli kannana var mestur hér með við aðrar samanburðarþjóðir sko. En ég nefndi áðan að samfélagið vera að klofna og við eigum ekki lengur sameiginlega framtíð og það er, ef við eigum sameiginlega framtíð þá getum við unnið og metið leiðin okkar stykki fyrir stykki. Algjörlega. Dæmið af þér, þar sem að þú ákveður 2001 að þú ætlir að fá hendur. Það er mjög skýr framtíðarsýn og þá getur séð að hægt og bítandi ertu
þokast, þótt að ég veist ekki manna að þú hefur örgulega mörgum tímum á leiðinni upplifað að þetta væri vonlaust og þurft kannski að horfa tilbaka og sjá að jú, ég að þokast áfram, þetta að koma og þurft að telja því kjark. En þegar samfélagið er þannig að hlutið þess vill kannski fá nýjar hendur, en aðrið vilja bara fá nýja Tesla, þannig að hópurinn er ekkert á leiðinni sömu átt, sko. Nei, þess vegna er svo gott að fá hérna kosningar þar sem margir bjóða sig fram og við tökum svona umræður, samfélagslegar umræður, hvert viljum við fara, hvert viljum við vera sem þjóð. Og það góða við lýðræði er það að lýðræði þýðir að meiri hlutin ræður. Að þú veist, við þurfum að koma okkur saman um eitthvað, þú veist, og það er ekkert alltaf allir sammála allt sem það þarf að gera, en við getum komið okkur saman einhverja stefnu og ég held við hljótum flest að vera sammála það að við viljum ekki að börnin okkar sé að þjást eða sjá ekki neina framtíð og eða eins og hefur verið undanfæri að bara krakka fara ekki út úr húsa þannig að vera vopnaðir og þú veist, ég man einhvern tíma þegar ég var ungur, þú veist, þá var eitthvað svona hnífstungumál og þetta bara, þú veist, þetta er svona once in a lifetime, þetta bara, þú veist, núna er þetta bara eitthvað sem gerist bara reglulega, fólk bara tekur upp hníf og byrjar að stinga mann og annan, þú veist, þetta er ekki eðlilegt, það er eitthvað alveg óbáslega mikið sem er að fara úrskeiðis hérna, sko. Og ég held að forseti, það er þetta áhrifavalda, það er að sita þessi mál á dagskrá og þingið hefur tilhneigingu til þess að taka fyrir það sem er efst á baugi, þú veist, það sem þeir eru alltaf að reyna að fá hérna endurkjör, þannig ef að það er þrýstingur úr samfélaginu með ykkur ákveðin málefni, þá eru meiri líkur að það færist upp í forgangsröð hjá þinginu og ríkisstjórninni, sko. Þannig að forsetinn standi svona með þjóðinni til þess að þrýsta á þingið að stýra landinu í takt við vonir og væntingar almennings. Já, en ef þetta er ekki rætt og þetta er bara látið, þú veist, við svona reynum bara ignora þetta og ég meina við held að við höfum öll lent í því til dæmis að fara inn á fjölmiðil, lesa eitthvað frétt og sjá svo í athugasemdakerfinu ykkur sem er að bölsótast yfir ykkur sem hefur bara ekkert með það að gera sem stóð í þessari frétt. Þú getur ímyndað þér ef að helmingur hérna fólks eftir 10-15 ár skilur ekki hvað það er að lesa, hvernig verður samræðan þá, sko, þetta er ekkert að fara að lagast. Það er kostulega líka að það sem heldur áfram umræðin á þessu þræði sem átt að taka dæmi, er það sem þessi maður var að skrifa. Þannig að hópurinn eldir villisuna út, það verður ekki nein umræð það sem stóð í Nei, þetta er, þú veist, og þetta held ég, þú veist, ef við förum út í lesskilningin, ég meina, hvernig eigum við að hafa lýðræðis samræður með því að þú gerir dansvídeó og TikTok til þess að koma skilabóðunum áfram, sko, þú veist, þetta bara gengur ekki, sko. Það ber kannski ekki svona samfélagsumræðu. Við vorum að ræða fastakosningar hérna við þetta borð hérna og höfum verið að gera það í svona með vaxandi þunga, sérstaklega kannski eftir að Katrín bauð sig fram og það var að ræða ýmsa hérna frambjóðendur og þá sagði ég að þú ættir sko hérna stórkostlegustu söguna að það væri maður sem missir hendurnar og fellur djúpt niður við það og örvæntir og finnur ekki að leið út og hérna rís síðan upp aftur, ákveður að vinna því að fá hendur aftur og finnur læknana til þess að græða á sig hendurnar og tekst það og ert komin hingað með hendurnar. Þetta er náttúrulega saga sem er svo ótrúleg. Þetta er hérna, það er náttúrulega engin af meðframdjótu þínu sem hefur svona sögu. Nei. En þá er eins og spurningin, sko, svo að þetta sé saga sem að ber náttúrulega merki ótrúlega seglu og það að geta rifið sig upp á voninni úr vonlausri aðstöðu og margt í þessari sögu sem er stórkostlegt. Og þú finnur það örugglega vegna þess að fólk vil heyra söguna þína því hún er stórkostleg. Getur þessi saga unnið upp reynsluleysi þitt af pólitík? Já, sko, þegar við komum að
embættisverkum forseta, sko, náttúrulega engin frambjóðandi ferð í forsetaskólan. Mikið af sem að því sem... Það má eiginlega segja Katrín Jakobsdóttir hafi verið þar eiginlega á sal. Já. En sko, formleg embættisverk eru, þú veist, það er náttúrulega, maður bara setur sig inn í þau og lærir það bara, þú er náttúrulega fullt af starfsfólki hjá forsetaembættinu sem veit hvernig prótókollarnir eru, sko. En svo mikið af þessu, að því að sko valdforstans, að það verður mikið þegar allt í vesinni. Já. Þannig að það skiptir máli eiginlega á versta tíma. Algjörlega. Og þá skiptir svolítið, þá getur ekki komið inn sem einhver svona nýgræðingur, þá verður dómgreindiðin að vera það góð að þú látur ekki svona erfileika augnabliksins trufla þig. Akkurat. Já. Og það er akkurat það sem við þetta snýst það er að geta staðið í erfileikum á þess að brotna. Og þar, ég held, ég hef alveg sýnt það að ég get það. Og ef við förum í 27. greinin og tölum þessi 3 tilfelli sem að hafa verið sett í atkvæðagreiðslu, þetta er ekkert eitthvað sem gerist bara í ykkur tómarúmi. Það er alveg ofboðslega mikið búið að ganga á í samfélagir hann áður. Og ég mani ekki eins vel eftir fjölmiðlafrumvarp, mér minni þetta hafa nú bara verið svolítið svona persónulegt, ykkur krossferð Dabba á móti Baugs, hvernig sem það var, en ég man mjög vel eftir iSafe. Og In Defense hópnum og þú veist, það var búið að leggja öllu rök rosalega vel fyrir. Og ég eins og margir í þjóðinni vorum alveg, þú veist, á þeirri, svo veit maður ekkert hvernig er að sita við borðið sem forseti, en ég myndi vilja, allavega var það mín skoðun á þeim tíma að við áttum ekki að samþykja þetta. En ég held að forseti kannski ekkert að vera alveg þú veist, það þarf að virða náttúrulega, það er þingræði og forseti ekki vera stanslaust bara upp á okkur eigin að vera að taka við taka ykkur frumvörp og henda þeim í þjóðarákvæðagreiðslu bara því honum finnst það, þú veist, að því það samræmist ekki ykkurum persónulegum skoðunum, sko. Og þannig var það ekki í þessu tilfellum að það var að Ólafur Ragnar svarar raunverulega kröfu sem kemur út úr samfélaginu. Sem var mjög hávær krafa, mjög hávær og vel ígrunduð og skipulögð og allt það, en svo bara með leið og hann neitar að skrifa undir. Fyrst reyndar var hann með að skrifa undir með einhverjum fyrirvörum, svo setaskipti neitar að skrifa undir, að þá færist svolítið sko ábyrgðin yfir á hann. Leið og hann er búinn að ákveða þetta. Og það var kannski það sem að fólk kannski þarf að átta sig í sögunni, að það gleymist oft það sem að gekk á áður en að hann Já, það var nú, þú veist, ég held að við sem erum ekki nýfætt, sko, við munum alveg eftir því að þetta var alveg rosalega styrum þetta, sko, og manni fannst, og það var líka svona púki í manni eftir þriðjuverkurlögin og svona, þú veist, manni langaði ekki að lúffa fyrir þessu ránglæti sem að manni fannst okkur vera beitt, sko. En hvaða mál sér þú fyrir þér að þú getur skotið til í þjóðaratkvæði? Sko, ég tel að forseti fyrst og fremst, það er að standa vörðum stjórnarskrána og allt sem kemur að skertum mannréttindum finnst mér og það er til dæmis ef við skoðum núna, þú veist, það er við búum á tímum alveg ofboðslegar upplýsingar óreiðu. En ég held að lausnin gegn henni er ekki að færa meiri völd til ríkisins og til þess að þau geti farið að ritskoða og stoppa það sem að almenningur segir, vegna þess að, þú veist, við snúum því ekkert svo auðveldlega við, sko. Þannig að allt sem kemur að því að takmarka frelsi einstaklings, taka málfrelsi eða réttindi kvenna eða annar minnihlutahópa, samkynhneigðra eða hvað sem það er. Ég myndi tvímælalaust skoða það ef eitthvað svoleiðis kæmi upp.
en svona dagleg rekstrarmál og talningum sumt bara ekkit rosalega vel til þess fallið að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu að ætlast til þess að þjóðin siti sig inn í ykkur rosalega flókin mál sem að þú veist þingið og stofnanir að eiga geta leyst þú veist verið með sérfræðinga á alls konar sviðum sko þannig að en ég myndi aldrei þú veist það rosa erfitt að segja hvað svona geti komið upp því að þú veist það ekkert í pípunum núna en hérna ég svona til dæmis fyrsta sem er dettur hug þú veist það er þetta til dæmis með fóstureyðinga hérna réttin þú veist hvernig þú veist við erum að fara einhvern veginn aftur á steinaldir með suma hluti í sumum löndum ég væri algjörlega mótfallið því og mér finnst að þjóðin ætti virkilega að fá að segja sitt þar sko því að þú þarft ekki að vera einhver sérfræðingur í einhverjum hérna þjóðarétti Evrópuþjóða til þess að hafa skoðun á því sko. En þú leggur mest áhersluna á svona áhrifavald forsetans að reyna að stýra samræðum á svona heilbriðari hátt sko. Finnst þér forsetinn hefði átt að taka meiri þátt í slíku? Stundum væri það möguleiki. Ég er mikill mikill hvað segir maður fan Guðna, ég veit þið tala hann sko. Já. Mér finnst Guðni alveg frábægna þess að hann hefur hann er náttúrulega ofboðslega mannlegur og manneskjulegur og góður einstaklingur og alveg frábær fyrirmynd í þessu embætti. En því miður þá hefur hann ákveðið að stíga til hliðar og Og virðist vera rosa fegin, þannig að það bendir til þess að þetta er meira en að segja að gegna þessu starfi. Já. Það er eins og hafi verið fargi á hann og létt svona einhverju leiti, ekki kannski Já, sko, ég held að við vitum nú ekkit allt sem það þú veist, hann talar að fylgja hjartanu, þannig að hann hefur staðið frammi fyrir einhverju sem hann þurfti að velja á milli, sko. Já. Það var náttúrulega mikilsvirkur sagnfræðingur. Já. Á ýmis verk óunnin þar. Já, ég veit það. Þannig að það hefur ábyrgð að tóka því hann. Já, þannig að þú veist, nákvæmlega, það hefur náttúrulega komið alveg nákvæmlega hvaða forsetur hann var að vega upp á móti þarna, sko. En maður sér það samt svona á þessum mánuðum að svona... Já, hann er alltaf út allt einhvern veginn bara stanslaust í... Þessi ákvörðun hans virðist venjast mjög vel að vera laus. Já, hann var einmitt einn af þeim fyrstu sem hringir í mig þegar eftir þetta og þú veist, og þetta og þetta skiptir rosalega máli. Þú veist, þegar maður að gangi gegnum einhverja, þetta er náttúrulega eins og þetta var ánægilegt að fá handleggi, þú veist, það er ólýsanlega sársökufullt og erfitt og þú veist, mikið sem gengur á í gegn, þú veist, og þú ert svona einhvern veginn bara þú er búin að taka einhver ákvörðun að gera eitthvað, þú veist, það er búin að sauma aðra manneski fasta við mig, þú veist, það er mikið að gerast í höfðun á manni, þú veist, að fá síntal frá þjóðhöfðingja landsins, þetta bara skiptir alveg gríðulega máli og ég held að þú veist, þetta þykir mér líka alveg ofboðslega eftirsóknarvert að geta verið þessi manneskja fyrir fólk sem að, þú veist, vegna þess að stundum bara svona smá stuðningur getur fleytt manni svo ofboðslega langt, sko. Og þetta sé mikilvægt hlutverk forsetans. Þetta er ofboðslega mikilvægt hlutverk forsetans, já. Að hitta fólk í raunum sínum og erfiðleikum, en líka í sigrum. Og það er nú annað sem er hlutverk forseta, þú veist, það er svona vera huggari þegar eitthvað bjátar á og þú veist, og ég þekki mjög vel áföll. Ég veit hvað er fólk sem er að gangi gegnum þungbæra hluti, ég get mjög auðveldlega sett mig í þau spor og það er hugarástand þegar það fólk í, sko. Þannig að... Þú hefur það fínt í dag. Hvað segirðu? Þú hefur það fínt í dag. Já, það er fínt í dag. Það var eins og hendurnar vildu losna fyrir ekki svo löngu síðan. Já. Þú komist yfir það. Já. Það var í rauninni bara
óheppilegt en alveg svona viðbúið að það þetta myndi taka einhver tíma að finna svona sweet spot fyrir lyfjagjöf og hvað, þú veist, vegna þess að nú, með líffæri, þetta alveg, það löng reynsla að þessum menn svona vita nokkurn veginn hvaða skammtar að duga og þau eru búin að gera með hendun, það hefur bara enginn fengið svona mikið af vef, mikið bein, mikla húð og bara finna hvar, þú veist, hversu mikið við getum bælt ónæmiskerfið án þess að ég sé, án þess að hafi slæm áhrif á mig, eða ofslæm áhrif á mig og þú veist ég haldi höndunum sko. Er það þannig að það verið að bæla ónæmiskerfi og þá getur orðið viðkvæmari fyrir sýkingum eða öðrum veikindum? Já, það þú veist, maður getur alltaf, það allt, þú veist, og í rauninni ég var þar hvort þeir fyrir, ég náttúrulega fekk lifraskipti tvisvarsinnum árið 2002 sko. Þannig að, og það í rauninni ástæðan fyrir að ég náði að samfæra þess að kalla að gera þetta sko. Það að hérna, ég var á lyfjunum fyrir því að þau vildi ekki fara að setja einhvern á lyf miða við hvað þið byggust við fengjum út úr þessu, það svona, þarf að balansera það svolítið sko. Og hérna, og það var, ef ég geti hreyft olnbogann hérna hægra megin, þá var það sigur, þú veist, þá hefði þetta verið þess virði og það var það sem að þeir svona, við getum ekki lofaði neinu en vonandi nærðu þessu, ég náttúrulega að gera mikið meira en það sko. Já. Þú sagðir að vera með hérna, hendur af annari mannesku grettar áður, er þetta hendurnar á þér? Er þetta þínar hendur? Já. Þetta er þínar hendur? Já, það tók alveg furðulega stuttan tíma. Ég hugsaði ofboðslega mikið þetta áður sko. Þú veist, nú veistu, hvernig er það? Vakna með bara dauðan mann, saumaðan fastan við þig. Og, þú veist, ég hélt að ég myndi nú alveg taka því ágætlega, en þú veist það samt ekki, sko. Og ég man þegar ég vakna og maður svona, þú veist, þegar að koma úr 15 tíma svæfingu, þá sé allt svona hálfskrítið og ég sá þær handlegginni lágu svona upp á einhverjum púðum, svona svínbleikir, glansandi einhvern veginn og það var, þú veist, það var svo svolítið svona skrítið fyrst, bara á fyrsta degi, þá var þetta allt í einu bara, já, þú veist, því að mitt blóð að renna hætti gegnum þetta, þeir eru hluta mér og svo með tímanum, þá byrja ég að finna með þeim og þá bara einhvern veginn verður þetta, þú veist, meiri og meiri partur af manni, sko. Þannig er þetta hendur sem eru líkar höndunum þínum? Eða manstu ekki eftir þeim? Jú, þær eru alveg ótrúlega líkar þeim og þær hafa aðlegast þeim líka. Þær hafa breyst eftir að ég fekk þær. Hárin á höndunum voru dekkri og grófari þegar ég fæði þær heldur en þau eru í dag. Nú eru þau bara eins og restan af líkamanum á mér. Þannig að þessi vefir eru bara að verða þér, af því að í sjálfum sér DNA mitt virðist hafa einhver áhrif á hvernig, þú veist, litarhaftur er og hvernig þyktin og liturinn á hárunum er, allt þetta aðlagast einhvern veginn. Það er gaman að fá hérna spákon eða spá í lóan á þér. Hefur þið fengið það? Nei. Þessi orðna líflínuna þínar og örlega... Já, eða hún sjá bara, þú ætti að vera löngu dauður, ég skil ekki til að vera stutta línu. Já, það sem ég er svona meira á að gera, það er að hérna vera tekin í fingra fyrir okkur flugvelli ykkur staðar. Hvað kemur þú því, sko? Já, veistu hver maðurinn er sem á hendur? Nei. Ég veit að hann var 35 ára, en... Þetta er misjæft eftir löndum en í Frakklandi það er bara svona kínamúr sko. Það er engin samskipti milli fjölskyldu og gjafa og þeir útskýru það mjög fyrir manni mjög góðan hátt sem að sko, þetta er gjöf sem þú getur aldrei endurgoldið og ekki reyna að fara að banka upp og þakka fyrir. Nei, og þú veist og segjum að fjölskylda gjafans er í fjárhagserfiðleikum. Þú veist, það er svo margt sem getur komið upp og sem að, þú veist, gerir þetta allt svo flókið einhvern veginn að þú veist, og þeir eru bara, þú veist, ef þú gefur líffæri eða einhverja útlimi eða hvað sem er, þá þarf það bara að vera gjöf. Þú veist, þú gefur það vegna þú vilt einhver annari mannesku vel, ekki vegna þú vilt eitthvað í staðinn, sko. Þú ert líka með lifur, sagði ekki? Jú.
Og búin að fá 2. Já, fyrsta hún klikkaði. Ég tvisvar sinnum í lifrarskipti sama sumari. Það var rosalegt maður. Nú, hvernig þá? Þeir opna alveg allir kviðurinn og það teknir úr þarmarnir og þú veist, það komast undir lifrina Þannig að þetta var alveg óbóðslega erfið líkamlega svona aðgerð, sko. Svo kem ég bara heim og þá sýking í lifrinni. Þannig að það var akkurat upp á dag 2 mánuður á milli aðgerða, sko, og þú veist, maður ekkert búin að jafna sig eftir fyrir aðgerðina þegar þú veist, það bara farið onni í saumar, það allt skorið upp á nýtt og rifið manni. En af hverju var lifrin ónýtt? Bara kom sýking í hana. Hvort þeir hafi mistan á gólfið þegar þeir voru að reyna að tróða í mig eða eitthvað. Fyrri þín gamla lifur? Hún stíflaðist eftir slysið, þá verður alveg rosalega svakalegt power sem fór í gegnum mig. Þú ættir áttur að vera döður, eða ekki? Jú. Langt öllum? Já, svona, já, það mjög, já, en það reyndar ekki. Og það bjargaði mér raunni, ég var búin að losa líflínu og ég dett niður 8 metra á frostinu, ég brotnallur í mél en ég losnaði úr línunni fyrir vikið, sko. En það sem gerist vikuna og mánuðin eftir það bara óbáslega frumu dauð, bara líkaminn það bara rosalega mikill frumu dauð í líkamannum og þeir bjuggust ekki við að ég myndi lifa það, þeir held að þetta myndi fara allt skilja sig í gegnum nýrun og nýrun myndi bara gefa sig og þá var þetta bara búið spil, sko. Svo bara voru nýrun alltaf í toppstandi og allir rosa glaðir. Þangað til að ég 4-5 mánuðum eftir slys fæ að fara út af spítalanum og í grill og feitar, góðar íslenskar lambakótilettur og við það fer lifrin að reyna að spýta út galli og þá bara verð ég svona rosalega veikur og fer í speiklun og þá hefur komist að þessi vef, þetta blautu blóðfrumur og annað hafði safnast inn í gallgöngunum. Gallgangarnir sem venjulega eru millimeter og þykkt voru sentimeter. Og það verður að skrapa bara út úr lifrinni og hún bara náði sér aldrei aftur, sko. Þú hefur verið svolítið í þessum heimi. Þú getur ábyggilega útskýrt fyrir mér, sko, alls konar vefi og verið alveg inn í þessum heimi lengi. Já. En þetta með að koma núna í forsetaframboð, það svolítið svona vilji á því að taka nýjan kafla? Já. Að fara að gera eitthvað við þessar? Já, sko, eitt sem að gera það, sko, bara strax þess virði. Sko, ef þú hugsa bara hvaðan ég er að koma, aldamótin þá ég náttúrulega eftir slysið líka lendi vandræðum með lyf og lifurinn á mér í þessu ástandi og ég kem á þann stað það er bara, þú veist, það þarf að skipta lifur í þér en það er ekki hægt að meðan þú ert eins og þú ert í neyslu. Já. Þannig að ég er handalaus. Ég var gulur eins og páskaungi. Það var ofboðslega gulur þegar lifrin er ónýtt. Í 47 kíló og það er bara búið að segja mér, þú veist, við ætlum ekki að bjarga þér. Þú veist, ég var bara vikur frá því að þetta væri búið. Og að við vera komið núna með nýja lifur, nýja handleggi, verið í forsetaframboði. Ef að það getur ekki gefið einhverjum von sem að finnst kannski fóki í flest skjól, þú veist, þá er það nú bara þess virði að bara sýna og ég veit að það fylgst með þessu ekki bara á Íslandi heldur, þú veist, mikið erlendis líka að stundu það bara vantar fólki von að það sé hægt að koma sér út úr
erfiðum aðstæðum, það sé hægt að snúa erfiðum hlutum við og það, þú veist, það eitt og sér gerir þetta allt saman þess virði, sko. Nú ertu fyrirmynd, ég meina, þú veist, eins og ég var að endur segja söguna þína í bara 2 setningum, að þú veist, fólk þekkir þetta og ég held að bara, þú ert svona undur, það bara þannig. Og þú hefur örugglega gefið mörgum bara gríðarlega von með svona bara seglunni og ég var reyna orðið þetta þannig og þau hefur svona rifið upp á voninni og sem sýnir náttúrulega hvað að vonin getur næstuði gefa okkur allt, þannig að kannski rangt að segja að hún geti gert allt. Ég ætlum ekki að vera einhverju svona secret tali hérna, ef þú hugsaður handleggi þá vaxið þeir, það er ekki alveg þannig. Nei, hún er innihaldsefni sem en án vonarinnar eru við náttúrulega varla manneskjur. Nákvæmlega. Þetta er kannski svona saga sem þetta er maður sem við getum valið sem mann ársins. En af hverju ættum við að velja sem forseta? Vegna þess að gangi gegnum þessa hluti og það að missa handleikina gerir það ekkit vanhæfan eða vanhæfar en einhvern annan til þess að sinna því starfi. Það að ég hafi einhvern veginn lent núna í því bóks að vera duglegi öryrkinn þýðir ekki það að ég sé einhvern hátt síðri til þess að taka réttar góðar ákvarðanir og vera góð fyrirmynd fyrir aðra. Þú veist, það þarf ekki, maður er ekkert bara annarkvort eða og ég væri ekkert að bjóða mig fram ef ég teldi mig ekki geta valdið þessu starfi. Þú býrð ekki á Íslandi, þú býrð í Lyon. Já. Þú hefur ekki þú búið þar í meira en 10 ára eða hvað? Já, það er 11 ára í 11 ár? Já. Af hverju býrð ekki á Íslandi? Vegna þess að ég var í rauninu bara að klára endurhæfinguna mína núna í janúar og við svona, já, þannig að þetta verkefni endar og er í rauninni ekki svona kannski formulega endað, sko, vegna þess að við vitum ekki alveg hversu lengi ég á eftir að vera að fá meiri virkni eða taugarnar eiga að vera að vaksa, þannig að ég svona er ennþá alveg, sko, svona með í sambandi við alla þarna, sko, og verð það náttúrulega alla tíð. En það bara var hluti af dílnum að þú færði ekkit hendur í Fraklandi nema að vera í Fraklandi, sko. En þú mættir flytja heim? Já, núna. Já. Er þetta svona einn læknir sem er svona aðallæknirinn sem að... Þetta er teymi. Það eru 3 læknar sem eru yfir teyminu, sko, 2 transplantlæknar og 1 handaskurðlæknir. Og svo er, þú veist, stórt teymi af sjúkraþjálfurum og iðjuþjálfum og öðru fólki, sko. En svo, þú veist, náttúrulega eftir lifraskiptin þá var ég undir eftirliti hjá Sigurður Ólafssyni lækni og Runólfur Pálsson þú veist, náttúrulega í sambandi við þetta fólk. Þeir þekkja, þú veist, það er alveg þekking hér á Íslandi yfir minni aðstöð, þú veist, þó svo þessi kannski ekki, við höfum kannski ekki þekkinguna til þess að gera aðgerðina, þá svona eftirfylgnilega séð. Þetta var stórmerkileg aðgerð og tímamót aðgerð. Hefur varð hún til þess að fleiri sambærilegar aðgerðir að gera? Ert þú trappa í einhverju þróun að þeir sem að lenda í einhverjum svona slysum að hafi frekar von vegna þess að nú vita læknarnir meira? Já, og það er maður sem hafði sambandi við mig í Indlandi. Já. Og hann var nánast eins og ég. Já. Og hann er með handleggi núna. Hann fær hugmyndana út frá fréttum af mér og það er læknir í Indlandi sem var núna að gera 10. handaágræðsluna. Það er náttúrulega flestir hafa verið í höndum vegna þess að þú veist það er meiri árangur. Þú varst eiginlega ekki með axlir eða hvað? Nei, þú veist, það var kúlan sem er inn í öxlinni og hún var bara kúlan. Þannig þeir taka hana úr og raunin þurfa þá að endurbyggja þessu öxl til þess að hengja þessu kúlu þarna upp og axla vöðvana og þeir eru allir frá gjafanum Og þessi maður á Indlandi, hann var svipaða...
Ég held að hann sé eins og ég var hægra megin, hann var með svona smá stubba sem var hægt að festa við, sko. En jú, ég minna, þetta náttúrulega, ég fæ skilaboð og allstaðar á heiminum, miður þá eru mikið af þeim frá löndum þar sem þetta ekki boði, sko. En þú veist, við tölum von, náttúrulega fólk sér að það, þú veist, því að þetta er gríðarleg skerðing og lífsgæðum að missa útlimi, sko. Ég meina, þessi heimur hann er allur hannaður fyrir það sem fyrir heilbrigða manneskjur, sko. Ég axlabrotnaði og ég hugsaði bara holy shit, það sagði mér enginn hvað öxlin væri mikilvæg. Nei. Og það er bara svo hlægilegt í samanburðinum. En bara það að það var allt í einu fattar maður og ég bara eins og þú segir að þú getur ekki lýst í fyrir mér eða öðrum hvað það er að missa báða handleggina. En maður getur ímyndað sér hvað það er sko stórkostleg umbreyting. Já, þannig og þetta er einmitt nákvæmlega saman í lýðræðið. Þegar við erum að bölsótast yfir öllum þessum frambóðum. Þú veist ekki hvað það er fyrir að missa það. Nei. Herðu, þú ert giftur erlendi konu sem er mjög forsetalegt. Já, það hefur komið eða fyrir því. Sveinn Björnsson var giftur erlendi konu og Ólafur Ragnar. Ólafur Ragnar og Guðni. Já, Guðni. Hvað er hún sátt við frambúðið þetta? Já, ég bara náttúrulega alveg gríðarlega heppinn með konu. Ég meina það segir sér bara sjálft kona sem að velur það að fara í samband með fötluðum manni og þú veist, það er náttúrulega gríðarlega áskorun sem fylgja því og hún lét það ekki stoppa sig, þannig að hún er ekki að fara að láta neitt stoppa sig þessi kona, sko, og hún stendur við bakið á mér sama hvað gegnum súrt og sætt yfir þessi kona, bara hún er þarna. Hver er hún? Hún Silvía Novakoska, hún er Novakoska Gretarsson, hún tók upp Gretarssonið þarna úti vegna þess í Frakklandi þá fjölskyldunafn, þú veist, það er bara hvað er fjölskyldunafnið þitt, sko. En hún er frá Pólandi. Sílenagóra sem er svona vestur Póland, ekkert rosalega langt frá Berlín og hún flytur til Frakklands bara ung, byrjaði fyrst, hún læriði frönsku þegar hún var ung í Pólandi, byrjar sem au pair, fer svo í háskóla þarna í Montpellier. Og við kynnumst bara í rauninni í Lyon í svona samfélagi, það heiti Meetup, þar sem maður gæti skráð sig inn og svo bara, þú veist, það er svona English speaking, að maður fara á hitt, þú veist, ég er náttúrulega flytta þarna og þekki ekki neitt og er svolítið að finna bara fólk sem að ég gæti hitt og við hittumst á einum svona viðburði og það eiginlega bara gerist rosalega hratt allt hjá okkur, sko, hún sýndi mér áhuga og ég bara greip það alveg leið, sko. Og já, hún er jógakennari og kennir jógakennurum líka að verða jógakennarar og ofboðslega bara svona góð manneskja, hún er mjög hrifin af því að hjálpa fólki að finna sinn innri styrk og vinna úr hlut. Fólk leitar mikið til hennar sem að hún hefur þessa ofsalegu ró og þennan stöðuleika einhvern veginn í sínum karakter og fólk laðast að henn og leita mikið til hennar með svona, hún er hugleiðslu og jóga kennari og bara ofsalega góð í því. Þau eru komið til landsins og nú er kosningabaráttu. Yes. Það er 8 vikur tæplega, kannski 7 vikur. Þetta er fljótt að líða þess á tími. Já. Og flesti vita hverju þú ert, en þrautin verður líklega að kynna þig sem mögulegan forseta sem kannski engum hafi dottið í hug áður. Algjörlega. Hvernig ætlar að gera það? Þú ert nú að gefa mér tækifæri þess núna. Já. Og ég náttúrulega núna maður að reyna að safna þessum undirskriftum
og koma kannski svolítið út hverju stend fyrir en það á brattan að sækja vegna þess að ég held að út af þessum fjölda sem komin þá svolítið fólk bara, þú veist, nenni ekki að hlusta á þetta fyrir en við sjáum bara hverju komast áfram sko. Ég finnst að það verði nú ekki fleiri en svona kannski 12-13 og svo einhverju þeirra eiga eftir að draga framboðslega tilbaka. Já. Þannig hefur það eiginlega alltaf verið. Já. Eða þú veist svona í svona undanföllum árum. Já. Þannig að þangað komið erfitt að komast fyrir augu fólks því að þú veist, fjölmiðla geta ekki verið allir að taka viðtal við, hvað komin 70? Það svo sem að safna sko og að því það bara sýnilegt núna mögulega var það í gamla daga var einhver að reyna að safna einhver staðar í Árbæjarlauginni eitthvað og engin vissi af því sko en mér sýnist þetta að vera kannski svona 13-14 sem eru líklegir til þess að ná meðmælendalistanum og það þrautinni þyngra að safna 1500 meðmælum, fólk talar þetta sé ekkert mál svolítið það sérstaklega ef að þú ert eins og til dæmis ef þú ert að gera eitthvað postaði eitthvað á vídeo og setja á samfélagsmiðl í dag samfélagsmiðlum þeir bara birta þetta bara örfáum aðilum nema þú sést tilbúin að borga sko en það alltaf, ég meina ég bara á ferðinu og reyna að hitta fólk og tala við fólk og þú veist og svona kannski að vekja athygli á því að ég ekki bara handhafi, ég get verið handhafi forsetavalds líka þannig að þú ekki bara sögu heldur líka erindi já en til þess að þarf maður svona að opna þessu umræðu svolítið og tala við fólk og bara þakka kærlega fyrir að gefa mig tækifæri takk fyrir að koma ykkar bara, Guðmundur Felix og gangi bara allt í haginn takk kærlega Já, ég þakka Guðmundur Felix og öllum gestunum sem hafa hingað komið að rauðaborðinu í kvöld að halda upp í samfélagsumræðu kærlega fyrir fólkinu sem hinum með myndavélarnar að taka upp og klippa og svo ykkur sem eru að horfa og hlusta og gerir þennan galdur sem að umfjöllunin hér á samstöðunni ef þið viljið hjálpa okkur við að byggja upp dreifikerfið þá getið þið gert það með að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur finnst áhugavert sagt frá því að við erum á Facebook og við erum á YouTube og við erum á öllum hlaðvarpsveitum við erum líka í útvarpinu á Stórhöfuðborgarsvæðinu 89,1 og þá má líka sækja þær útvarpsendingar á spilarann, það bæði spilari.is á netinu og svo spilari líka app sem má hlaða niður og hlusta á samstöðuna á allar íslenska útvarpsstöðvar, hvað sem í heiminum. Svo erum við komin í sjónvarpið, til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Þar eru númer 5 á fjastýringunni, 24 tímar og sólarhring, 7 daga vikunar, allan ásins hring, samfélagsumræða, hér við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Vonandi munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efnið frá samstöðinni. Þið sem að viljið taka þátt í því að byggja upp samstöðina geta gert það með því að gerast áskrifundur. Það kostar 2500 krónur sem að mér sagt að sé eiginlega hlægilegt verð fyrir það efni sem að við búum til hér. En þið getið skráð ykkur með því að fara á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift og þið getið skráð ykkur fyrir þessari grunna áskrift en þið getið borgað meira ef þið viljið og þið sem að kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta fjölmiðill í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda. Þannig að fyrir 2500 krónur á mánuði getið þið eignast fjölmiðil í félagi með öðru fólki. En þetta lokin á rauðaborðinu í kvöld. Við verðum aftur annað kvöld að fjalla þetta skrýtna samfélag sem við lifum í, að reyna að skilja það. Sjáumst á, en þangað til, góða nótt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is